Aftur fara með ykkur hérna í gegn aðeins og okkur að sjá. Tailendingarnir, þeir kaupa eiginlega allt á mörkuðum. Það er kvöldmarkaður hjá okkur líka. og hérna bak við mig eru þær með fiskinn hérna, fallegan fisk. Eins og sjáu þá er mikið úrval af. Sjáu, hann er að flaka þessa litlu typpi. Ótrúlega að sé hægt að flaka þetta. En það eru smá miniflög sem að ferðan stendur ekki á honum. Þetta með að flaka þetta. Ótrúlega. Hérna eru þið með fallega fiska. Ég fer hinum meginn frá mig þau svo ég geti sé verðin. Ég geti áttað ykkur sjálf. Hérna eru stóra rækjur. 380. Morning to you. 380 batta, 320 batta, þetta eru stóra rækjur. Við kaupum þar stundu þessar, við kaupum vanlega aðeins minni á 200 batta, 250. Þetta er einhvers konar smokkfiskur sem ég þekki ekki. Svo. Hann virðist vera dýr. Ég bara sé sjaldan nokkuð sem kostar svona mikið. 400 kall, það er dálítið pinning. Svo komum við aftur inn í þetta venjulega. 70 batta kílóið. Þetta er nú þessi litlu sem maður var að flaka þarna. Hérna er fínir fiskar. Minnir pínulega á karfa þetta, en ég veit ekki. Þetta er allavega góður matfiskur, ég veit það. Og gamla góða vigtin, eins og í kaupfélaginu í gamla daga. Þetta er nokkuð fínir fiskar. Og svo ef þú vilt krabbana lifandi, þá ferðu á hérna lifandi. $300 kíló af lifandi krabba. 300 batta meinti ég nokkla. Þetta er rækjutónur 260. 260. Við grillum þetta oft og mér finnst þetta mjög gott. Þetta er alvöru fiskar. Þið sjáu þetta er mjög líflegt. Mér finnst þetta yndislegt í Taílandi. Koma og sjá lífið og sjá fólkið. Aldrei leiðindi, aldrei annað en bros. Kveðja.